Yeah, good day, everyone. Komið sæl öll saman. This is the third session where we are going to talk about passing on the baton. Þetta þriðja samveran okkar og í dag tölum boðhlaup. I want us to pray before we start. Við skulum biðja áður en við byrjum. Gracious Heavenly Lord, we thank you for your mercy, your love, and your kindness and goodness. As we now gather to hear your word, I ask you to bless us and give us your word. May everything that we do bring honor and glory to your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Last time on Thursday, when I began, I told you how we are connected. Á fimmtudag þegar við hófum þessa ræðuröð, þá talaði ég það hvernig við erum tengt hvert öðru. The two brothers of Olafsens have had a direct contribution to my Christian life, even to be alive. Kristnibóðarnir og bræðurnir, Jóhannes og Haraldur Ólafssynir, höfðu bein áhrif á líf mitt með ýmsum hætti. So you see, when you see me stand here, I am not here by coincidence. Nú þegar þið sjá mig standa hér, þá það ekki tilviljun. Somebody has taken the call to reach out to others very seriously. Það vegna þess að einhver svaraði kallinum að fara með boðin til annara. Somebody gave his or her life so that we all can get the chance to listen to the message Og of the þeir gospel. fórna eigin lífi til þess að við fengjum tækifæri til að taka við boðskapnum. That responsibility has fallen on our shoulder now. Og svo ábyrgð hvílir nú á okkar eigin herðum. We have been given or entrusted with this huge responsibility to pass the message of the gospel to the next generation. Guð hefur farið okkur þessa miklu ábyrgð að bera fagnaðarerindið áfram til næstu kynslóðar. The question is, how can we fulfill our calling? Hvernig getum við uppfyllt þessa köllun okkar? How is it possible to pass the baton to the next generation, to the next person? Hvernig getum við fært öðrum þetta áfram þeim sem að tilheyra komandi kynslóð? In 2 Timothy chapter 2, verse 1 and 2, Paul is giving us two important lessons as to how we are going to pass the message to the next generation. Páll hann gefur okkur tvennt sem við getum haft í huga þegar við erum að koma boðunum áfram til næstu kynslóðar í öðru Tímóteusarbréfi, öðrum kafla. Let me read from verse 1 and 2 up to 6. Við skulum lesa vers 1 til 6. You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Join with me in suffering like a good soldier of Christ Jesus. No one serving a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer. Similarly, anyone who completes as an athlete does not receive the victor's crown except by competing according to the rules. The hard-working farmer should be the first to receive a share of the crops. Þú barni mitt Tímóteus, ver styrkur í náðinni sem veitist í Kristi Jesú. Það sem þú heyrðir mig tala í margra votta viðurvist, skalt þú fá í hendur trúum mönnum, sem líka munu færir að kenna öðrum. Þú skalt og að þínu leyti illt þola, eins og góður hermaður Krists Jesú. Engin hermaður bendlar sig við önnur störf. Þá þóknast hann ekki þeim sem hefur tekið hann á mála. Sá sem keppir íþróttum fær ekki sigursveginn nema hann keppir löglega. Bóndinn sem við á fyrstur að fá sinn hlut af uppskerunni. This is one of the pastoral epistles traditionally believed to be written by Paul to his spiritual son Timothy.
Þetta eitt af hirðisbréfum Páls postula sem menn telja að sé frá honum komið og skrifa til samverkamanns hans Tímóteusar. The time is very crucial. Tíminn örlagaríkur. Paul is about to die. Það styttist í dauða Páls. He knew that his time is soon up. Hann vissi að tíma hans væri að ljúka. Like anyone who is going to end his journey, he's worried about his legacy. Og eins og með hvern annan sem að ljúka ferð sinni, þá hefur hann áhyggjur af því sem hann skilur eftir sig. He's concerned about what is going to happen with the church. Hann að velta fyrir sig hvernig fer fyrir kirkjunum. Adding to the complexity, the church was under attack from false teachers who distort the sound and true message of the gospel. Þar að auki var kirkjan eða söfnurinn í hættu vegna annarlegra kenninga sem sóttu á. Additional problem is that Timothy there is a problem with Timothy himself. Þar að auki á Tímóteus við vanda glíma. He is shy and timid. Hann hlédrægur og feiminn. He was suffering from insecurity and inferiority because of his young age and lack of experience. Hann var ungur og reynslulaus og glímdi við hvað heitir það? What did you say? Inferiority and insecurity. Hann var óöruggur og taldi sig vanhæfan. It is in this context that Paul is writing this letter to encourage Timothy. Þetta samhengi þess sem að Páll skrifar inn í þessi hvatningarorð til Tímóteusar. In the passage we have just read, Í þessu kafla sem við vorum að lesa, the main message is, megin áhersla the þessi. main imperative in this is entrust the message to reliable men. Færð þú öðrum í hendur þetta erindi okkar. Paul here pictures 4 generations. Og Páll horfir 4 kynslóðir fram á við. The first generation is Paul himself. Fyrsta kynslóðin hann sjálfur. The second generation is Timothy. Önnur kynslóðin Tímóteus. And Timothy is going to entrust to the third generation, which is reliable and capable men. Og Tímóteus á að fela þeim sem koma á eftir honum, traustverðum mönnum, boðskapinn. And then the fourth generation is those who are going to be taught by these reliable men. Og síðan fjórða kynslóðin þeir sem að hljóta trausta kennslu frá þessum sem að hann hefur kennt. So Paul is concerned about the mission and how it should cross the boundary. Og Páll umhugað það hvernig boðun orðsins heldur áfram og hvernig hægt að fara yfir landamæri. The boundary that is going to be crossed here is the boundary of time, across generations. Þetta ekki landfræðilega, þetta tímaleg mörk sem hann þarf að fara yfir og milli kynslóða. So Paul is saying, pass it on. Og Páll segir, gefðu þetta áfram. Pass the button of the gospel to the next generation. Eins og í boðhlaupi láttu það ganga til næstu kynslóð sem þú hefur sjálfur fengið. That is how the lifeline of Christianity continues. Þannig helst kristendómurinn lifandi frá kynslóð til kynslóðar. Otherwise, it's like Christianity is one generation away from extinction. Ef ekki, þá reyndin svo að kristendómurinn getur dáið út á aðeins einni kynslóð. The question is, how is Timothy going to pass it on? Hversu spurningi verður þá þessi, hvernig á Tímóteus að koma þessu áfram? How are we going to pass it on? Og hvernig getum við komið þessu áfram? 2 important points. Tveir mikilvægir þættir. The first is, Í fyrsta lagi, passing on the baton requires a minister that is fit. að koma boðskapum áfram krefst þess að sá sem það geri sé til þess hæfur. Like in any athletic setting, Eins og í íþróttum, an athlete should be fit. sá sem að stundar íþrótti þarf að vera í góðu líkamlegu afsakomulagi. Timothy should be fit in order to do the work of passing the baton. Tímóteus þarf að vera í góðu afsakomulagi andlega tala til að bera boðin áfram. Verse 1 says, Í versi 1 segir, "You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus."
Þú barnið mitt Tímóteus, ver styrkur í náðinni sem veitist í Kristi Jesú. Timothy has to be strong. Tímóteus þarf að vera sterkur eða styrkur. He has to be fit to do the work. Hann þarf að vera hæfur að vinna sitt verk. And that fitness comes from the grace of God. Það stendur honum til boða vegna náðar Guðs. The grace is what makes a minister fit by qualifying him. It's the basis for qualification. Það náð Guðs sem það sem gerir boðberann eða þjónin hæfan til starfa. To compete as an athlete, one needs to qualify. Sá sem ætlar að berjast í íþróttum eða ná sigri, hann þarf að vera hæfur til þess. The qualification for becoming a minister comes from the grace of God. En hæfileiki þess sem að þjóna drottni fenginn frá náð Guðs. Paul clearly talks about that, about himself. Þannig talaði Páll skýrt sjálfan sig. He said, God has given me strength and considered me trustworthy because of his grace. Og hann segir að Guð hafi gert hann styrkan og veitt hann náð til að gera það sem hann getur gert. He says he's appointed as an evangelist and as an apostle as a result of the grace of Christ that is given to him. Hann kallaður til að vera trúboði og til að vera apostoli vegna þeirra náðar sem Guð hefur auðsýnt honum. He says, I am who I am because of God's grace. Með öðrum orðum, ég sá sem ég vegna náðar Guðs. God's grace qualifies a person. Náð Guðs gerir okkur hæf. Grace also energizes, empowers a person. Og náðin einnig það sem gefur okkur kraft og orku og styrk til að vinna. On 2 Timothy 1, 6-7, Timothy is encouraged to fan into flames the gifts of God. Og Páll, hann hvatti Tímóteus líka til þess að glæða með sér náðagjöfuna sem hann hafi hlotið. It is the Spirit that gives him power. Það andi Guð sem gefur honum kraftinn. The Spirit of God gives power, love, and self-discipline. Og andi Guðs gefur kraft og kærleika og sjálfstjórn. The Spirit liberates one from sense of insecurity and fear. Og andinn leysir okkur líka frá öryggisleysi og frá ótta. If we also take the call to pass the baton to the next generation seriously, we need to be energized by the grace of God. Og ef við ætlum að sinna þessari köllun okkar að bera boðin áfram til næstu kynslóðar, þá þarf það að vera náð Guð sem að knýr okkur áfram. Our task is tough and demanding. Hlutverk okkar erfitt og krefjandi. The environment is hostile. Og umhverfið á móti okkur á margan hátt. And we cannot do it by our capability. Og við getum ekki gert þetta í eigin mætti. We must come to the source that qualifies us. Leita til uppsprettunar sem gefur okkur það sem við þurfum. It is the grace of God that qualifies us. Og það einmitt náð Guðs. It is the grace of God that empowers us, energizes us. Náð Guðs gefur okkur kraftinn og orkunni sem við þurfum. We have to fan into flames the gifts of God. Við þurfum að glæða með okkur gjöfina sem Guð gefur okkur til að þjóna sig. Fan into flames through prayer, fasting, and scripture reading. Það getum við gert með því að biðja og fasta og lesa reikninguna. We cannot rely on our own strength. Við getum ekki sett traust okkur á eigin styrkleika. We cannot rely on our own wisdom and knowledge. Við getum ekki heldur treyst á eigin visku eða þekkingu sem við höfum. We should depend on the power of God. Við þurfum að vera háð krafti Guðs. And listen to Paul when he says, be strong. Og að við hlustum á Pál þegar hann segir, vertu styrkur eða sterkur. We need to learn to depend on the grace of God. Við þurfum að læra að vera algjörlega háð náð Guðs. The Bible says it's not by might. Og orð Guð segir ekki með valdi eða krafti. It's not by power. Ekki með krafti. But it is by my spirit. Heldur fyrir anda minn. We have to come to the
means of grace, to the source of Við grace. þurfum að leita til uppspretturinnar, til náðar Guðs. So if we are going to pass the button, Svo ef við ætlum að bera boðin áfram, we have to be fit þá þurfum við að vera hæf í þessum skilningi by the grace of God. Vegna náðar Guðs. The second point that I want to mention is Hitt atriði sem ég langar að nefna commitment. staðfesta, Commitment. að vera staðfest. There are three images used here to show the life of commitment. Það eru 3 myndir teknar fram hérna til þess að sýna staðfestuna. The first image is the image of a soldier. Fyrsta myndin af hermanni. Verse 3 and 4 it says, "Join with me in suffering like a good soldier of Christ Jesus. No one serving as a soldier gets entangled in civilian affairs, but rather tries to please his commanding officer." Þú skalt að þínu leyti illt þola eins og góður hermaður Krists Jesú. Enginn hermaður bendla sig við önnur störf, þá þóknast hann ekki þeim sem hann hefur að mála, tekið hann að mála. The image of a good soldier is a person that shows disciplined obedience. Myndin af góðum hermanni sá sem að sjálfsagður og hlýðinn. As a good soldier is loyal to his commander, so is Timothy's urged to show absolute loyalty to the Lord. Þess að góður hermaður hlýðinn og beygir sig undir skipum þess sem yfir hann settur, þannig Páll að hvetja Tímóteus á sama hátt. A good soldier lives for the pleasure of his master. Góður hermaður lifir vegna yfirmanns síns herforingjans. So in the same way we are called to a commitment to the master. Við erum kölluð til slíkra staðfestu gagnvart okkar meistara. The question is, are you committed to Jesus? En spurningin núna, erum við staðfest, höfum við helgað Jesú líf okkar? Is Jesus your master today? Jesús meistari okkar í dag? Does his pleasure matters as you make decisions? Skiptir máli hvað honum finnst þegar þú tekur ákvörðun? Do you say like Paul, for me to live is Christ and to die is gain? Ertu tilbúin að segja eins og Páll, lífið með Kristur en dauðinn ávinningur? Or do you say, I no longer live, but Christ lives in me? Ég lifi ekki lengur sjálfur, heldur lifir Kristur í mér. Do you have only one covenant, and that covenant is only with the Lord? Ertu aðeins með einn sáttmála sem sáttmáli við Drottinn? What are some of the idols that are challenging your commitment to the master? Eru einhverjir hjáguðir sem eru áskorun hjá þér í þínu lífi gagnvart meistara þínum? Where is your focus and where is your passion? Hvar einbeitingin þín og hver ástríðan þín? Since the assignment is very serious, Þetta alvarlegt hlutverk sem okkur fengið. I believe that God is calling us to dethrone all kinds of idols and enthrone Christ. Og ég trúi því að Guð vilji að við veltum úr sessi ýmis konar hjáguðum og að hann fái einn að vera í hásættunum sjálfur. Commitment. The second picture of commitment is Önnur myndin að staðfestu commitment to the principles. Að halda sig við grunngildin. Here the image is the image of an athlete. Hér myndin af íþróttamanninum. The athlete is not the image of athlete is not related to the success, but to following the rules. Og hér ekki verið að vísa til þess að ná árangri, heldur þess að keppa löglega, fjara reglunum. A principled athlete does careful preparation. Slíkur íþróttamaður undirbýr sig vel. Competing athlete always follow the rules and the game careful. Sannur íþróttamaður í keppnisíþróttum fer alltaf eftir reglunum. Faithful or principled athlete is the one who consistently follow the principles in all his dealings. Sá sem staðfastur og trúfastur íþróttamaður
heldur sig við þessi grunngildi saman hverju á gengur. It's about submission to the authority of Christ. Hann beygir sig undir vald Jesú Krist Submission to the authority of the word. og heldur sig við vald orðs Guðs. It's about loyalty to the authority in the church and in the body of Christ. Og beygir sig líka undir kirkjuna sem valdhafa. It's the person who have those unnegotiables. Það einstaklingur sem lætur ekki semja það sem ekki er hægt að semja Unnegotiable principles that they are not only willing to live for, but willing to die for. Og þá það grunngildi sem menn eru ekki aðeins tilbúin til að lifa fyrir, heldur líka til að deyja fyrir. The one who is called to pass the button cannot change this color according to the environment. Sá sem kallaður til að bera boðin áfram getur ekki látið umhverfið ráða því hvað hann segir. We should have those red lines that should not be crossed. Rauðu línurnar þurfa að vera skýrar og við förum ekki yfir þær. The third image is Þriðja myndin commitment to the work. Staðfesta gagnvart Verse 6 vinnunni says, eða starfinu. the hard-working farmer should be the first to receive a share of the crop. Það segir hérna, bóndinn sem erfiður á fyrstur og fá sinn hluta af uppskerunni. The image of hard-working farmer shows how faithful a servant should be committed to the assignment. Bóndinn sem erfiður mynda af trúfesti og staðfestu þess sem að vinna verk drottins. But also, the image of soldier also can be added here, because the soldier who does not engage in civil affairs because he's serious about his call as a soldier. Það svipað með hermanninn, sama myndinu vorum með áðan, að hann hugsar ekki neitt annað en sitt starf ef hann ætlar að standa sig. Soldier that is committed to his call as a soldier will live a kind of life that is always ready for combatant to fight. Staðfastur hermaður alltaf tilbúin til að fara í stríð og baráttu þegar að þörf krefur. He does not forget that he's a soldier for 1 second. Og gleymir aldrei því að hann hermaður. If his sister is getting married, he will stay on duty. Þó svo systir hans sé að gifta sig, þá hann ennþá á vaktinni. If Liverpool and Manchester United are playing, it doesn't matter, he will be Hann skiptir ekki máli þótt að Liverpool eða Manchester sé að keppa, hann viðbúinn eða tilbúinn til átaka. Justin Bieber is in town to have a concert, that has very little importance for him. Og þó svo Justin Bieber komi og haldi tónleika í bænum, þá hefur það lítið að segja fyrir hann. Soldier has only one agenda on his table. Það aðeins eitt á dagskrá hjá His hermanninu. call as a soldier. Köllun hans sem hermanns. His philosophy is getting ready to pay the ultimate price. Og hugsun hans þessi verður viðbúinn til að borga endanlegt gjald. And that can happen at any moment. Og það getur verið þörf fyrir það hvenær sem The same is true with hard-working farmer. The same is true. Já, sama á við bóndan sem erfiðar. Hard-working farmer is the one who is diligent. Hann ákveðinn In all seasons and out of seasons. og heldur sínu striki hvenær sem He's going to sow the fruit until harvesting it. Hann sáir og gætir að uppskerða hann til hún komin í hús. He works day in and day out. Hann He works day in and já, all the time. vinnur, hann alltaf allan daginn. On the sunny days, on the rainy days, on the snowy days, Hvort sem að það rignir, sólskinn, snjór, he still works hard. þá þarf hann alltaf að sinna sínu verki. That reminds me what Paul was saying to Timothy. Og þetta það sem Páll var að Preach the segja gospel in season and out of season. Boða þá orðið í tíma og ótíma. Be committed to your work, he's saying. Haltu við það sem að þú ert kallað til að gera. Faithful servant is one who is committed
to the work that he was given. Trúfesti þjónn sá sem heldur sig við starf sitt. So if we are going to pass the gospel to the next Ef generation, við ætlum að bera fagnarinn áfram til næstu kynslóðar, we need grace-based empowerment. þá þurfum við náð sem kallar á kraft drottins. We need passionate commitment to the Master. Við þurfum ástríðu og staðfestu og trúfestu við meistar okkar Passionate commitment to the principles. sem halda sig við grunngildin And then passionate commitment to the assignment. og ástríðu og staðfestu í þessari köllun eða þessu hlutverki sem drottin hefur falið okkur. May God help each one of us just to do that. Og drottin hjálpa okkur öllum einmitt til að gera það. Amen. Amen. Wow.